Götuhlaup ársins, Vestmannaeyjahlaupið, kom þetta ykkur á óvart svona, þeir eru valin besta götuhlaup ársins sem þýðir að fólk mjög ánægt með framkvæmdina og hvað hlaupið hefur upp á að bjóða. Já, við vorum rosalega glöð með þetta, við áttum ekki von á þessu, en við höfum verið heppin með hvað margir hafa viljað vinna við hlaupið með okkur og höfum fengið marga brautaverði og fólk í nefnd og stjórn. Þannig að, já, við erum ofslega ánægð með að hlaupararnir eru svona ánægð með þetta og við ætlum að standa undir nafni áfram. Já. Hvenær byrjaði Vestmannaeyjahlaupið og hvaða vegalengdir er boðið upp á? Sko, það byrjaði fyrir 4 árum, við erum búin að vera með þetta 4 sinnum og það er boðið upp á 5 km, 10 km og 21 km. Já. Þetta byrjaði í framhaldi af að hún Eva Skarpas, hún kom og var með hlaupanámskeið í Vestmannaeyjum og hljóp með okkur einhverjum hóp sem þá að myndast í Vestmannaeyjum og þá kveiknaði áhugi okkar að standa fyrir hlaupi og sem við gerðum svo þá haustið. Og við höfum alltaf haldið þetta í september, fyrsta laugardag, nema árið 2013, þá vorum við á Goslokamanninu, 4. júlí. Já, 4. júlí. Já, en þið sjálf svona, hver ykkar hlaupabakgrunnur eða svona hlaupaáhugi, hvernig var hann til? Við byrjuðum nú bara svona, ég byrjaði fyrst að bara skokka svona létt og svo fór ég og tók þátt í halvmaraþon. Hvað langt síðan? Ég byrjaði fyrir 11 árum síðan að hlaupa. Já. Og er búin að hlaupa 6 sinnum halvmaraþon og 1 sinni heilt maraþon. Þannig að það var svona áhuginn hjá okkur, svo þegar Eva Skarpa kom handa til Eyja þá, eins og Maggi sagði, að kveikna þessu hugmynd að gera okkar eigin hlaup af því við vorum búin að vera að fara hingað á hlaupi hérna Reykjavíkurmaraþoni, þannig að okkur varst tilvalið að hafa þetta líka í Eyjum eitthvað skemmtilegt hlaup. Já. Ég er eitthvað óbúslega fallegt og falleg hlaupaleið og það var bara spennandi. Já, en þú Magnús, hvernig byrjaðir þú að hlaupa? Ég ætti bara að elta konuna. Og hlaupur aðeins minna kannski nú? Já, við vorum nú svona, það jafnaðist nú aðeins út, en svo má segja Vestmannaeyjahlaupið að það er krefjandi, það er erfitt. Já. 5 km eru kannski léttast eðlilega, en 10 km hringurinn, það er svona hringurinn Eyjuna, sem fer svona út í jaðarinn og mjög skemmtileg leið. Hún er 110 metra hækkun, en 21 km hlaupið er mjög erfitt. Er það 1 hringur eða 2 hringir? Það er 1 hringur með öllum slaufum sem við fundum. Hlaupin í Herjólfsdal og út að Stórhöfða og út á Eiði sem við köllum. En það náum við, það er mjög skemmtileg leið en hún er eins og ég segi, það eru margar brekkur og hún er erfið. Já, en mikið útsýni? Já, mjög skemmtileg, falleg. Já. Falleg leið. Hvernig svona hafið þið fengið stuðning svona og velvilja í bænum svona? Hefur fólk svona almennt svona áhuga á þessu í bænum? Já, mjög. Hver hefur verið þátttakar svona bæjarbúa? Þetta er náttúrulega fyrst og fremst þetta Vestmannaeyingar sem hafa verið að hlaupa. Já. Við erum samt svo lánsum að hafa fengið Kárastein í öll hlaupin. Já, það fannst okkur mikill heiður og Eva hefur hlaupið 2 og Þórólfur Ingi og svo fleiri hlauparar. Já. Og okkur finnst við erum alltaf voðalega montinn að fá að hlaupa með þessu fólki en núna langar okkur þetta 5. ár, það verður haldið 5. september að okkur langar að blása til sóknar og fá fleiri hlaupara til að koma til Vestmannaeyja og hlaupa með okkur. Já. Og það er hlaupið hádegi á laugardaginn 5. Þannig að fólk getur tekið Herjólf morguninn frá Landeyjahöfn og farið aftur kvöldið. Búa svona kannski til hlaupahátíð eins og Ísfirðingar gera til dæmis? Nákvæmlega, okkur langar það. Já. Nú erum við búin að læra hvernig það á að standa að þessu og með hjálp góðra manna og hvernig þá ætlum við að gera það, fara út í svona útbreiðslu á þessu. Þannig það verður spennandi næsta hlaup. Já, vonandi. Það er líka bara með alla sjálfboðaliðana sem við fáum. Það er allir Eyjabúar tilbúnir til þess að vera þeir sem eru ekki að hlaupa, brautaverðir og... Já, þannig þið hafið fengið alveg svona fínan stuðning í það. Já, mjög góða stuðning. Allir tilbúnir að hjálpa og allir taka þátt. Eyjan er bara undir lögð í þessu þennan daginn.